Þorpið okkar verður eins ás í dag. Við ættum að minnast þessa merkisatburðar með einhverjum hætti. Sammála, en með hvaða hætti? Ég ætla að búa til fagra myndastyttu. Myndastyttu af mér. Ég er langfallegust. Æ, góða Emma epli, þegiðu nú. Það tæki hvort sem allt of langan tíma að gera myndastyttu. Hvað segir við allir frá ókeypis rjómaís? Já, sérstaklega við Bogi. Nú veit ég, við skulum gróðsetja tré. Já, húrra! Getið þið ekki ákveðið ykkur hvar á að gróðsetja tréð? Gróðsetjum það í miðjum garðinum, þá getið þið hætt að rífast. Ágætis hugmynd. Hárrétt. Nú þurfum við bara að fá einhvern gáfaðan og stjórnsaman, eins og til dæmis mig, til að gerast borgarstjóri. Sérhvert alvöru þorp þarf að hafa borgarstjóra til að taka ákvarðanir. Eða borgarstýru. Kjósið mig, ég vil verða borgarstýra. Ætli ég fá ekki alveg heilmikið kaup? Nei, auðvitað ekki. Hver hefur nokkuð tímann heyrt að borgarstýra geti stjórnað? Nei, við þurfum alvöru borgarstjóra og ég er best til þess fallinn. Nú, þar sem að ég átti hugmyndina, þá kýs ég sjálfan mig til borgarstjóra og ekkert múður. Þú mátt ekki kjósa sjálfan þig. Nei, við viljum alvöru kosningar, frambjóðendur og kjörkassa þar sem allt fer rétt og heiðarlega fram. Góð hugmynd hjá þér, Pési Pipar. Hverjir ættu nú að vera í frambóði? Auk mín, auðvitað. Ég vil vera frambjóðandi. Ég líka, ég vil vera frambjóðandi. Heyrðu, Trefill, hvað er frambjóðandi? Það veit ég ekki, Bogi. Hættu þessu masi og kom okkur að verki. Hver sá sem vill gerast frambjóðandi verður að skrifa nafni sitt á töfluna fyrir utan leikhúsið. Nú er að koma ráðabrugginu mínu í verk. Ég hýl töfluna með þessu spjaldi, festi það vel, svona, og hana nú. Það er bara eitt nafn á spjaldinu, mitt nafn. Nú er ég einasti frambjóðandi, kjósið Manga borgarstjóra. Þetta er nú ekki alveg samkvæmt leikreglunum, en það leyfist allt í ást og stríði. Nú já, það er að sjá að Manga hafi dottið það sama í hug. En sá verður nú hlessa þegar ég verð kosinn. Kjósið Pésa Pipar borgarstjóra. Grunaði ekki Gvend. Kosningabrallið er í fullum gangi hér í þorpinu í kvöld. Mangi og Pési með eitthvað laumuspil og blessunin hún Emma epli gat ekki staðist á freistingu að klína sínu ófagra fjesi út allt þorp. Nú jæja, það er mál til komið að bæta úr skák. Já, þetta líst mér á. Og öllum hinum lítast á það líka. Þetta yndislega andlit mitt verður allstaðar. Kjósið Emmu epli borgarstjóra. Svona nú. Þá er rétti listin með öllum nöfnunum komin upp aftur, já. Hér þarf bara að breyta örlitlu. Ætli að þetta dugi ekki, svona fáeinir fegurðarblettir. Ég þakka ykkur fyrir að koma til að hlusta á mig útskýra fyrir ykkur hvers vegna ég ætti að verða borgarstjóri. Þú gæti varla orðið borgarstýra, er það? Ekki, ég meina það. Vinir mínir og með þorparar, nú er komið að því að duga eða drepast. Duga eða drepast, segi ég. Nú hljóta allir að vera búnir að sjá myndin af mér. Þeir verða svo hrifnir að ég hlýta ná kosningu. Það kemur ekki bara annað til greina. Hjálpi mér. Ég held að sé að líða yfir mig. Emma, ég vissi ekki að þú væri svona skotin í mér. Sjáðu, Mangi, sjáðu hvað einhver hefur gert. Eyðilagt myndirnar af mér. Nú, hvernig þá? Hvað er að? Mér sýnist þær alveg ágætar. Jæja, ætlarðu að falla í yfirliði eða ekki? Nei, alls ekki. Ég ætla að gefa þér á hann.
Allt í lagi, hafðu það eins og þú vilt. Já, kjósið Emmu Eplu og þá fáið öll hlaupabólu eins og hún. Já, eða þetta geti verið svartidauði eða stórabóla. Já, eða jafnvel mýrarkalda. Hvað er mýrarkalda? Það veit ég ekki, en ef þú kýst Emmu þá máttu vera vissum að smitast. Vinir mínir, ég segi þetta í fullri einlægni. Mér langar til að hjálpa ykkur í alvöru, fátækum og þurfandi. Ef þið kjósið mig, þá getið þið komið í búðina til mín og fengið þar ókeypis matvöru. Sveifir þá, þetta er þó tilboð í lagi. Já, og við erum fátækir. Já, og séum við það ekki þá erum við þó þurfandi, komdu nú. En sé þörf ykkar mikil, þá gjörið þið svo vel. Sola sagði við mættum ganga í matvörunar ef við kysum hana. Já, er súkkulaði og sælgæti matvörur? Hvaða máli skiptir það? Kjósið Sollu Sítrúnu. Heyrðu, annars Þremill, þú ætlar að kjósa mig, er það ekki? Jú, auðvitað, og þú kýst mig. Já, ættu kannski að stíla matvörun hennar Sollu? Seinna, bói minn, seinna. Viltu kjósa mig, góða Jóna mín í Jarðaber? Nei, það get ég ekki, Lúlli minn. Pála Púrra segir að við stelpunnar verðum að standa saman, svo ég ætla að kjósa hana og hún ætlar að kjósa mig. Það þykir engum vænt um mig. Mér þykir vænt um þig, Lúlli minn, en ég var búinn að lofa Pálu. Hjálpi mér hvað ég að gera. Pála sagði mér að hún ætlaði að kjósa Gulla Gullrót. Ætlar hún að gera það? Þessi svikari. Og því að svo er, þá kýs ég þig, Lúlli minn. Þakka ég kærlega, Jóna mín. Ég er þér innilega þakkláttur. Já. Nei, það get ég ekki, Lúlli minn. Ég lofaði Jónu að kjósa hana. En Jóna sagði mér að hún ætlaði að kjósa Gulla Gullrót. Þessi svikari. Hún ætti skilið að verða að jarðaberja sultu. Nú kýs ég þig. Þakka þér kærlega, Pála mín. Þú skalt ekki sjá eftir því. Þetta brall mitt ætlar að heppnast vel. Kjósið Lúllalauk. Það er víst best að ég lesi reglurnar fyrir ykkur aftur áður en að þið gangið til borgarstjórakosningar. Fyrsta grein. Enginn má kjósa sjálfan sig. Þið verðið að kjósa einhvern annan. Önnur grein. Frambjóðendur mega ekki greiða atkvæði, ekki kjósa neinn. Þriðja grein. Frambjóðendur verða að bíða utan salar þar til að kosningu er lokið, svo að enginn svindli. Já. Kjósi nú. Hamingjan sanna. Við höfum að hagað okkur eins og kjánar. Við erum öll frambjóðendur. Ekkert okkar þær að kjósa. Og svo er okkur ekki hleypt inn. Við erum meiri fíflin. Þá fáum við engan borgarstjóra eftir allt saman. Það verður þó ball, trillt og fjölugt ball. Það verður sveitaball og kátt í kvöld. Kökur, gos og smekkart annað fjöld.